Edit samkomu. Ég heiti Eygló, ég er löggjörleiðtogi í þessari kirkju hérna. En mér langar að bjóða ykkur að rísa á fætur og við skulum lofa Guð saman. Og þegar við lofum Guð í söng eða tali, að þá þrýstum okkur nær Guði. Þannig ég bara hveti, ef þú ert að glíma við eitthvað í kvöld, þrýstu þig nær Guði. Leyfðu Guði að koma inn í þitt líf og bara snerta við hjartaðinn í kvöld. Amen. Ég sé þig brjóta múra
Góð kvöldið. Velkomin hér í kvöld. Við ætlum að biðja saman og svo gott að biðja. Og það er hérna eitt vers sem mig langar að lesa. Það er í Efesusbréfinu, kafla, ég var komið með þetta hérna. Já, ég bið, Páll er að skrifa. Hann er í fangelsi, alltaf er hann uppörvandi að því hann vissi hver hann var. Og hann segir hérna, ég bið Guð drottinn vors Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar svo að þið fáið þekkt hann. Ég bið að hann upplýsi sjón hjartans svo að þið sjáu hver svo von er sem hann hefur kallað okkur til. Hver ríkulega og dýrlega arfleið hann ætlar okkur meðal hinna heilugu. Og mætti bara Guð opinbera okkur hver við erum og eignast þetta sem hann er að tala um. Þannig ég vil bara leggja þessa stund í hans hendur og við erum öll með bænarefni á hjörtum okkar sem að Guð þekkir. Við erum líka með þakkarefni sem er svo dýrmætt að eiga. Því að það er svo margt til að þakka fyrir. Þannig að Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að við höfum komið hér saman og lofa nafnið þitt. Takk fyrir að þú elskar okkur. Takk fyrir að þú ert hér í kvöld til að mæta, gefa lækningu, sigur af því að þú hefur þegar sigrað, þú hefur þegar læknað og ég bara meðtöku það sem þú ætlar að gera hér í kvöld. Ég bið að blessa einn og sérhvern sem er hér í dag. Alla þá sem er að horfa líka heima. Og ég biði Drottinn minn að mæta þörfum eins og sérhvers. Ég biði Drottinn minn að leysa múra. Ég biði að brjóta hlekki sem að er að binda. Hjálpaðu einum og sérhverjum til þess að leggja allt í þínar hendur. Og ég þakka þér líka fyrir þau bænasvör sem þú hefur veitt. Og mætti þú bara gera hér undur og kraftaverk í kvöld af því að það er það sem að þú kannt og gerir. Þú gerir kraftaverk og ég þakka þér fyrir það, Drottinn, að þér er engin hlutur megn. Þú tekur þig ómögulega og gerir það mögulegt. Þú hefur tekið okkur úr myrkrinu yfir í ljósið og við fáum að tilheyra ríki þínu. Og ég bara blessa þessa stund. Og ég bið, Drottinn minn, fyrir þeim sem er út að þjást, að þú mætir, grípir inn í, gefið þeim sálarsjón, opnir augun og leysir fólk. Því að það er það sem þú hefur þegar gert. Mættu við bara meðtaka gjafir þínar og ég legg þessa stund í þínar hendur. Mætti orð þitt umbreyta hjörta okkur, sníða hjarta okkar og gefa nýtt líf í Jesú nafni. Amen. Það er hérna fórnabaukar, posi aftast og þeir sem að geti styrkt þetta starf og viljið, þá er það velkomið. Það er alltaf gott að gefa og við bara blessa ykkur fyrir það. Sem í stormi, þú starfar enn, myrkrið mér þú mæti, mótlætið mig græti og þögnin ekkert bætir, er eldurinn sloknar og óveðrið fer, er óreiðan hverfur, þú hvíslar að mér. Hlusta á þig, röddin þín.
brjóst er sönn, sorgin mig þó særi, syndin mig þó tæri, orðið þitt á nærir, til staðar erst, þegar ég er brotin og vonin mín er þrotin, faðmurinn þinn opinn, röddin þín róar mig, þú ert hér, treyst á þig, tala þú, Guð drag mig nærri þér, þrengi mér. Það er von hvað sem gerist, gegnum skítrúa ljósið berist, ég fæ frið ekki ófrið, ég held áfram, ég finn náð ef ég kvíði, gleði finn mitt í sálarstríði, ég fæ kraftinn hjá Jesú og ég held áfram, það er von hvað sem gerist, gegnum skítrúa ljósið berist, ég fæ frið ekki ófrið og held áfram, ég finn náð ef ég kvíði, gleði finn mitt í sálarstríði, ég fæ kraftinn hjá Jesú og held áfram, það er von hvað sem gerist, gegnum skítrúa ljósið berist, ég fæ frið ekki ófrið og held áfram, ég finn náð ef ég kvíði, gleði finn mitt í sálarstríði, ég fæ kraftinn hjá Jesú og held áfram, held áfram, röddin þín róar mig, þú ert hér, treyst á þig, tala þú, Guð drag mig nærri þér, þrengi mér, röddin þín, hún róar mig, þú ert hér, Jesús, ég treyst á þig, tala þú, Guð drag mig nærri þér, þrengi mér, eins og enn, röddin þín, hún róar mig, þú ert hér og ég treyst á þig, tala þú, drag mig nærri þér, þrengi mér. Það er von hvað sem gerist, gegnum skítrúa ljósið berist, ég fæ frið ekki ófrið og ég held áfram, ég finn náð ef ég kvíði, gleði finn mitt í sálarstríði, ég fæ kraftinn hjá Jesú, ég held áfram, það er von hvað sem gerist, gegnum skítrúa ljósið berist, ég fæ frið ekki ófrið og held áfram, ég finn náð ef ég kvíði, gleði finn mitt í sálarstríði, ég
Ég fæ kraftinn hjá Jesú og ég held áfram, held áfram. Held áfram, held áfram. Takk fyrir að frelsa mig, Faðir. Ég væri ekki edrú án þín. Takk Jesús, heilagi Faðir. Fyllt okkur öll af þínum frið, Faðir. Hvert einasta hjarta. Sem liði og sé það sem í morgninum býr. Veit ég þó allt í lagi, því þú ert hér og öll loforðin þín. Þín ég alls ekki nóg, viltu mæta mér á ný. Ég aðeins vil vera eins og þú, viltu mæta mér á ný. So þú
sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan haltrandi þjón. Veitir mér styrk þinn gegnum lífsins orkusjó. Svo þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Takk Jesus, takk fyrir að frelsa mig og okkur öll, Jesus. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Frelsara á ég og vinur heilíf, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer.
frelsi fyrir náð þína Ekkert annað í þessu heimi sem fangar mína sál. Því lausnargjaldið var í raun eilíft. Nú frelsarinn mig á. Eina sem ég þarf Jesús. Ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Og þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Eina sem ég þarf Jesús. Og ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína Eina sem ég þarf Jesús. Og ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína Halleluja. Halleluja, takk Jesús sem gefa hann gott klapp, yndislega lofgjörð. Og vá, hvað er gott að lofa Guð. Ég hef búin að hugsa svo mikið og hverju voru á mótinu, vegamótinu, kick-offinu, ykkur í henninni sem voru þar. Það var alveg geggjað og það var alveg geggjað að sunnudagskvöldinu þá skýrðust 12 manns í lauginni hér. Og það er akkurat sem við þurfum að gera. Við þurfum að ganga skrefið að fullu. Og ég var ekki mánudaginn og ég finn það bara ef ég missi svona út. Það er bara alveg agalegt fyrir mig. Það bara má ekki gerast. Og ég finn svo sterk hvað ég þarf mikið á Guð að halda. Og ég held við séum mörg á þeim stað í dag. Og margir á þeim stað í dag. Og mér langaði svolítið, það er búið að liggja svo á mér að tala orð sem er rosalega erfitt fyrir mörgum. Það er orðið synd. Úps. Þetta var, það er nú alveg synd, sko. En og ég veit ekki ekkur var að, ég held að það er búið að misskila, það er náttúrulega búið að snúa svo tvista þessu orði alveg fram og tilbaka, eða þessu nafni. Og þetta er nú einfaldur hlutur að ég helst að syndin í okkar líf er það að trú ekki að treysta Guði og trú á hann. Við erum alltaf með eitthvað hjáguð í okkar lífi
og mér langar svolítið að tala sko kærleika Guðs út frá því að Guð kom, sendi son sinn eingetið þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur af eilíft líf. Og það fekk ég í gjöf frá honum og skuldin var greidd. Allar mínar syndir, allir mínir sjúkdómar, allt sem ég að berjast við var neglt á krossi. Skuldabréfið var að fullu greitt á krossinum fyrir mig. Og spurningin hvort ég trúi því. Við vorum að syngja að við viljum bara syngja hans náð. Hans náð svo að okkur fyrirgefið. Og það spurning hvað við gerum við það. Og ég búinn að hugsa það svo mikið, mér finnst það svo mikið kærleiksleysi bara í heiminum. Og mér finnst það að vera að fara að skríða svolítið inn í mig að þá sem að kannski ætti að vera að berjast fyrir öðrum. Þú veist, ég elska að hjálpa fólki, það skemmtilega sem ég geri. Mér finnst það svo gaman þó að geti verið erfitt. Og ég var að minna mig á, Guð var að minna mig á vers í Biblíunni, það sem að það er síðasta bók Biblíun og heitir Opinberunarbókin, Opinberun Jóhannesar. Og hann að tala til kirknanna sem koma fram í Biblíunni og svona, aðeins að bæði segja svolítið til hvað þeir getur gert betur. Og ég man alltaf eftir í öðrum kaflan með þessari bók sem í Biblíunni, aftast í henni, að þá var hann að tala til kirkjunar sem var í Efesus. Og hann segir við þá, eða þau, að þið eru yndislegt fólk og megið ekkert illt sjá. Þið hafið þurft að þola mikið fyrir mitt nafn, segir hann. Sem þetta var bara alveg frábært fólk eins og við, En hann segir samt eitt hef ég gegn ykkur og það það að þið hafið vanrækt þinn fyrsta kærleika. Og ef þið látið ekki af það mun að færa ljósastikuna úr stað. Og þetta mjög alvarlegt orð og ég held að eigi svolítið inn í heiminn í dag. Af því það akkúrat fyrir það að við, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið okkur, eigum við að fyrirgefa öðrum. Og eitt af höfuð boðorðunum það að það náttúrulega að elska Guð og svo að elska fólk. Alveg eins og sjálf okkur. Og spurningin hvort við séum að gera það. Af því ég held að fagnaðar erindi Jesú Krist og allt það sem hann gerði fyrir okkur og þetta sem við fáum að dvelja í hér í kvöld, ef það fer ekki áfram, að þá eignast fólk ekki laust. Við verðum að fara áfram með hana boðskap. Og mér finnst oft sorglegt að sjá að ef ykkur verður á í messunni eins og kallað alskinn dettur í það eða verður eitthvað bakfall í lífi fólks. Og þá kannski svolítið langt í kærleika okkar til þessar einstaklingi, sérstaklega ef þessi beint gegn okkur. Og það stendur að við að elska óvin okkar í Biblíunni. Og ástæðan náttúrulega svo að við þurfum að læra að fara yfir hennan það okkar dómur komi í veg fyrir kærleik og náð í lífið þessa einstaklinga. Og ég verð náttúrulega mikið var við þetta í hópnum sem ég vinn í, að leiðu eitthvað dettur í það, þá hann bara algjör idiot og bara ég skil ekki hvað hann er að hugsa. Og bara hvað í gangi, þú veist, þetta algjör idiot, En á sama tíma, allir sem ég að tala við og á fundunum, allir hafa dottið í það ekkert í ennustu meðferð. Þannig að við höfum öll lent í þessar aðstöðu. Og kærleikur Guðs sem birtist í Kristi Jesú það sem við þurfum að koma áfram til fólks. Og ég held að það sem tala syndina, og syndin svo að við elskuðum ekki Guð, við vorum alls konar hjá Guð í lífi okkar. Svo byrjar hann að tala eins og í boðorðunum 10, þú skalt ekki stela, þú skalt elska föður og móður og allir þessi hluti sem koma fram þar. Af því ef við elskum ekki Guð og hann sé nú eitt í fyrsta sæti í okkur, að þá raun syndin komin inn í líf okkar. Af því allt annað sem springur út frá því rangt. Því miður, þetta svolítið harður boðskapur en samt sem áður þá verðum við að tala hann. Af því það sem heldur mér á jörðinni það að ég elska Guð. Og ég vil ekki brjóta gegn Guði. Barátta í mínu lífi stundum þegar kemur þessu hluti? Já, oft mikil barátta. En ég vil eiga Guðs ótta, það ekki hræðsla. Guðs ótti það óttast það að gera ekki vilja Guðs. Og það vil ég hafa í lífið mínu. Það það sem heldur minn á jörðinni. Og vitið það, leið og kalli kemur frá hægri eða vinstri eitthvað spennandi hluti og við hlaupum eftir því,
að þá erum við að hlaupa frá augliti Guðs inn í hluti sem ekki réttir. Hann talar skurðgoða dýrkun, það talar alls konar hluti í Biblíunni. Við höfum bara að horfa á hann og treysta honum. Alveg eins og við gerum þetta mánudagskvöldi þegar við erum að syngja þessi lög. Það er svolítið magnaðið að þetta var allt íslensk lög í kvöld. Þannig að þetta var auðvelt að skilja hvað er verið að tala Og þetta fjallar það að vera heilsugar við Guð. Að syndin komist ekki inn í mitt líf. Syndin fyrir mér, þegar ég að tala, þá nota ég kannski ekki oft mikið orðið syndin, en þú veist ég kalla afbrotin. Það er hlutir sem ég ekki að gera rétt. Það sem fer gegn Guði. Og ég vil ekki hafa það í lífið minni, af því afleiðingin af því bara dauði, andlegur dauði. En á sama tíma að þá náð Guðs nýja okkur einasta degi. Og allir þeir sem ekki með okkur í kvöld eru kannski úti að þjást og halda þeir enga von. Þeir eru búin að brjóta sjálfur sig algjörlega niður. Við þurfum að koma boðskapnum til þeirra það að Guð elskar þau og elskar þau svo mikið og náð hans fyrir líf þeirra nýtt okkur einasta degi. Og við þurfum að læra þetta með náð Guðs. En vitið hver versti dómarinn í lífi okkar? Já, það erum við sjálf. Að þau verum svo fljóta að berja okkur niður. Þetta bara, við höfum verið að vinna svolítið með fólki núna sem að falla í og óvinnurinn á að krækja í varðandi áfengi og fíkniefni sem kannski búin að vera án áfengis og fíkniefna til margra ára, 5, 6, 7, 8 og 9 ár hefur að gera svona upp á síkastið. Og ég ætla ekki að segja ykkur broti sem verður í lífið þessa einstaklinga. Þessi 7, 8 eða 9 ár verða aldrei tekin frá okkur, aldrei nokkuð tíma. Þú kannski dagstæði í gær, en við erum búin að ettu í jafn langa tíma, ég og þú, síðan í morgun. Og það ekki að safna sér einhvern tíma, þetta fjallar ekki það. Þetta viljum við byggja líf okkur upp. En fyrst og fremst þá ætlast Guð til af okkur að við elskum fólk. Og við verðum að fara áfram með hennar boðskap, annars bara gerist ekki neitt. Ef enginn veit af þessum góðu fréttum, það verður ykkur að segja frá og við verðum að gera það. Við höfum ekki að skammast okkur fyrir það að tilheyra Jesú Kristi. Við höfum ekki að skammast okkur fyrir það að elska hvort annað, alveg eins og Guð elskaði okkur. Hættum að láta skoðanir okkar á fólki koma í veg fyrir það að við getum komið sannleikanum til skila. Það nógu miklu barsmíðar á þessum einstaklingum sem við erum að tala til og þeir eru búin að berja sig sjálf niður, að við komum ekki líka til þess að með leiðum að finna það að þau séu óverðug og eigi ekki skilið að eignast almennilegt líf. Af því það ekki rétt. Ef það ekki verið komið inn í mitt líf fyrir 12 ára síðan þá var ég dauður. Það er alveg klárt mál. Ég var bara dauður núna úr neyslu. En Guð hafði áætlun alveg eins og hún hefur fyrir alla aðra sem í kringum okkur er. Og það er svo mikið að við skiljum það að þú skiptir máli. Það er ekki bara nóg að koma hér á mánudögum og lyfta upp höndum og pissa svolítið utan í Guð, smávegis gráta pínlítið líka utan á honum og svo þegar maður fer út þá er maður kannski búinn einhvern veginn að gleyma þessu bara. Og svo byrja bara lífið aftur á einhverjum öðrum nótum heldur við viljum að það sé í líf okkar. Okkur líður vel hér inni, það er alveg vitamál, við vitum að okkur líður vel þegar við erum að lofa Guð. Allt okkar líf, allir okkar dagar geta verið akkurat þannig. Þetta er bara spurningin hvað innlegg við setjum í líf okkar þegar við vaknum á mótnana til dæmis. Ég er frekastur í því á áfangaheimilunum að fólk vakna á mótnana. Fæður frekar þá að sofa aftur eftir morgunfundin en vakna á mótnana. Því það er það sem er grundvallaratriðið. Það er að vakna á mótnana og leggja inn í daginn, það sem það er að hafa eitthvað til að taka út yfir daginn. Og bænin er stór hlut af því. Og þegar ég tala núna, af því ég var nú að tala syndina, að syndin er náttúrulega allir þessi hluti sem við erum að gera í lífi okkar, en það er fyrst og fremst þetta að við elskum ekki Guð. Heldur við erum svona að halda fram í honum. En þegar það kemur af öllum óheiðarleikunum sem fylgir til neyslun okkar, og þá þurfum við að gera, eins og ég sagði kannski viku síðast, getum við aðgreint fíkilinn frá okkur sjálfum. Mér finnst það að vera rosalega mikið punktur í dag að við skiljum það að þú ert ekki fíkniðinn. Þú ert ekki fíkniðinn og verður aldrei. Þetta er bara aðskotadýr og djöfull sem hefur komið inn í líf okkar. Til hvers? Til þess að stela, slátra og eyða. Og látum ekki dóminn okkar vera til þess að við náum ekki endurreisnina nýju.
Við þurfum að eiga þessa von, við þurfum að eiga vonina sem við eigum í Kristi Jesú. Þú veist, hann dó á krossinum. Guð sendi enga soninn sinn til þess að deyja fyrir þig. Og hann sagði, ef það er þinn vilji, þá verði svo. Og þú veist, þetta fór alltaf korsið. Þú veist, kolryðga nagla, þú veist, alkoholismi, þú veist, fíkniefnaneysla. Allt sem við erum að gera var nelt á krossin. Skuldabrið greið að fullu fyrir þig. Mörgum finnst það kannski svolítið cheap að segja þetta, já, menn er Guð, náð Guðs fyrir líf mitt og skuldi mín er greidd. Já, hún er það. En við þurfum líka að halda frá vinnunni, ég tala mjög mikið það, við þurfum alltaf að vinna spóravinnun okkar. Við þurfum alltaf að fara til fólksins sem við hefum sært og brotið á, annars munum við aldrei eignast frið. En fyrsta skrif það að Guð hefur í Kristi, í Jesú, fyrirgefið þér. Látum það vera fyrsta skrefið í líf okkar til þess að byrja að byggja upp líf okkar. Lefum fólki að sjá breytingarnar. Hér eru nokkru einstaklingar sem að ég hef verið að vinna með, sem hérna inn í kvöld, sem höfðu nú ekki mikla trú að þessu fyrir nokkuð síðan. Fannst þeir vera dæmdir, illa komið fram við það, fjölskyldan, fyrirverandi konur eða fyrirverandi eigimenn, engin skilningur. Og þannig er það bara í byrjun. Þetta er ekki eitthvað sem við étum í einum pakka, það er bara ekki þannig. Hlutin er að þetta er svo mikið í okkar höndum hvað við gerum. Að líf okkar byggist upp á heiðarleika. Að náð Guðs hafi kofað þessa synd í líf okkar. Að við þurfum að vera í afbrotum. Að við þurfum að vera að segja ósatt. Allir þessi hlutir sem eru neikvæðir í okkar lífi, það hverfur bara út. Það sem við gerum, ég ætla að gera mitt besta. Ég get ekki meira heldur mitt besta. Og smá saman þá byggist upp traustið. Og síðan allt í einu uppgötur það að fólk verða að trúa og treysta það sem þú ert að segja og ert að gera. Þú byrjar að vera þessi góð ilmur Krists sem ég tala svo oft um. Það er eitthvað lykt, sko. Það er eitthvað lykt sem myndar. Góð ilmur Krists, það er hreinleikinn. Og ég man, þú veit, þú vorum að syngja lagi hérna, Þig vil ég lofa. Þetta myndi mig svo á bara 1980 og eitthvað, þegar ég frelsaðist og tók á móti Jesú í fyrsta skipti. Og ég fann það þegar ég var að lofa Guð, hvað ég er ótrúlega þakklátur. En á sama tíma þá spólaði ég aðeins yfir, þegar ég vorum að syngja þetta lag, yfir lími, hvernig það er búið að vera frá þessum degi þegar þetta gerðist. Og það hefur bara verið rosalega mikið rollercoaster, sko. Það er bara búið að vera upp og niður. Í mörg ár var það þannig. Og þetta var líka að vera staðfastur í trúnu, að vera staðfastur í kirkjunni. Ég kom hérna á aðalfundi í þessari kirkju alltaf einu svona ári, ég kallaði það alltaf sama tíma ári, þá stóð ég upp og reif kjaft hérna og svo sást ég ekki þess á milli. Af því ég hafði svo mikla skoðanir. En eins og í starfinu, eins og þessu starfi hér, sem ég nú líka sagt frá, var búið til í frekju og yfirgang og fílu, út í allt og alla. Svona í alvöru, en Guð blessaði, ég er þakkláttur fyrir það. Af því hann sendi mig fólk sem gat hjálpað mér. Aðeins að skóla út úr hausnum á mér, alla þennan dóm og alla þessar skoðanir sem ég hafði á fólki. Og ég uppgötaði það að þegar ég hafði alltaf dóm og skoðanir á öllum, að þá komst ég ekkert áfram. Akkurat ekki neitt. En við þurfum að læra að allt sem gerist í okkar lífi á að koma frá hjartanu, á að koma frá kærleika Guðs og elsku Drottins. Það er að sjá fólk eignast þetta líf sem að krakka við fengið. Þetta er ótrúleg gjöf sem við erum með í höndunum og við skiljum það stundum ekki. Við látum erfiðleikann stundum keyra okkur algjörlega í kaf, að það byrgir okkur sýn yfir hvað, að við erum með í höndunum svarið við öllum okkar spurningum. Við erum með svarið í öllum okkar erfiðleikum, þeir eru í höndum okkar. Við getum ekki séð það, það er að því að við höfum bara ekki þessa hæfileika til þess að sjá það. En það er einn hluti sem við getum sett inn í líf okkar, að þryggjast á orðið trú. Að við setjum trú í líf okkar, að Guð sé svo sem hann segist vera. Og hann segir í orðinu, reyndu mig einu sinni og ég mun svara þér og sýna þér. Og það gerir hann í líf okkar. Og vitið að þegar við byrjum að ná árangri, til eins bara þeir sem við tala nú svolítið til alkoholistana og þeirra sem eru á að stoppa neysluna, að þú veist, ef við leiðum og hættum að taka leiðsögn og hættum að hlusta, að þá erum við að missa og erum að keyra út af veginum. Við verðum að halda utan um hvort annað. Og þessi staður er rosa góður staður til að halda utan um hvort annað.
Mér finnst gott að sjá menn koma, Biggi mér að koma hérna, æðislegt að sjá fólk sem að ná árangri, en samt að koma hingað líka. Og það sem þau gera með því að það að gefa það áfram til annara. Sumir berjast meira en aðri, Gulli minn hefur barist rosalega baráttu, en hann kemur samt hér af hverju að því hann elskar Guð. Hann hefur trú að Guð geti komið og gripið inn í líf hans og komið með stjórnina. Ég grét mig í svefni í 6 ár út í Svíþjóð, hverju einasta kvöldi, bara Guð, þú verður að grípa inn í. Og Guð alveg segi, Óli, ég get ekki pantað farið fyrir þig, þú verður að gera það sjálfur. En ég pantaði ekki farið. Þess vegna leiði svona langur tími að ég fór heim. Að þráttur mína erfiðleik og þessari stöðu og ógeðslegu neyslu sem ég var í, að þá fór Guð aldrei frá mér. Og ég fann það, hver skipti sem ég varð einn, þá byrjuðu tárin að renna. Ég man að satt inn á, ég var með starðarinnar veitingahús þarna úti með þar og fullt af öðrum fyrir því ég var algjör í steypu bara. Og þess vegna svo erfitt að hugsa þetta. Og ég man, ég satt við borðið úti í gluggan og horfði undir gluggan, það var bara annar hæð, horfði undir gluggan og svo fólki fyrir utan og þú veist, þetta var svona hús og nágrein sem að mér fannst ekki kannast við á þeim tíma sem ég horfði út. Og svo hlustaði ég á hérna Lindina eða eitthvað disk frá Philadelphia sem ég átti. Og eitt lag sem að bjargaði lífinu sem heitir Blómið, ég skóraði á okkur að hlusta á það. Hún Íris Lind syngur það. Og það bjargaði bara lífið mínu, það hjálpti í mig lífinu á þessum tíma. Og þegar ég fer heim, þá fer ég heim til þess að deyja, en náð Guðs var yfir lífið mínu og ég svo þakkláttur fyrir það. Og sjáum við ekki áætlunina sem Guð hefur fyrir okkur, eitt og sér hvað. Þú veist, og margir okkar vinir eru ennþá út á götinu og að þjást. Og Guð þráir að nota okkur til þess að leiða þetta fólk inn í kirkjuna. Og ég hvet okkur til þess að vera dugleg við að gera það. Látum ekki syndina í líf okkar, það að trú ekki á hann, eyðileggja fyrir okkur. Tökum þetta trúarskref og setjum hann í fyrsta sæti í líf okkar. Þá mun allt farnast vel sem við gerum í lífinu. Þegar við lendum í erfiðleikum og stórum spurningum, þá skulum við leita hans og bíða eftir svarinu hans, sem alltaf rétta svarið. Og það bara ógeðslega erfitt stundum. Ég ennþá að bíða eftir svari yfir hlut sem að ég talaði við ykkur fyrir mánuði síðan. Og ég ennþá að bíða, það ekkert að gerast. Þá það bara þannig og þannig á það að vera. Þarf ég að hafa áhyggjur af það? Nei. Þarf ég að ýta og hjálpa Guði? Nei. Ég var bara að halda mér í aftursætinu og leyfa honum að keyra. En ekki grípa inn í. Þegar ég greip inn í, þá fór þetta alltaf í mola hjá mér. Nú bara treysti ég honum fyrir lífið minn. Ég tók ákvörðun fyrir nokkrum árum síðan að ég vildi gera eitthvað meira og ég tók að mér að reka veitingahús og eitthvað í sveitinu og jú, ég yndislega gaman. En hluturinn sem ég uppgötaði núna þegar ég að hætta, að þú veist að ég búin að vera í fangelsi. Bara upplifið sem ég búin að vera í fangelsi bara sömur. Þú veist, ég vil vera í kringum starfið mitt hérna. Ég elska að vera í þessu starfi og ég sé svo ótrúlega mikla möguleika fyrir starfið. Og við þurfum að halda utan hugsjónina og það sem Guði sett inn í hjarta okkar. Ég hef sagt ykkur frá draumasetinu, margir spurja Óli hvernig getur þetta öll þessi ár, 200.000 gistinætur, 200.000 manns, eina nótt hver. Hvernig þetta hægt, þú veist, hvernig getur þetta bara. En þetta svo einfalt, þetta ekkert erfitt. Þú veist, ég fór inn í morgun og það alveg sama tilfinningi bara. Þetta svo gott. Það svo gott að koma inn. Hvert einasta skipti ég lappi inn. Út af hverju? Af því að Guð byggði þetta starf. Og hjartað sem í þessu starfi hjartað hans. Hann sagði mér strax í byrjun, ég var ekki eins og múin að lappa inn í húsi, þegar hann sagði það ég sem ætla að gera þetta en ekki þú. Og ég þarf að læra það að hlýða honum í því. Og ég hvet okkur öll þess að gera það. En fyrst og fremst mín áskorun til ykkar. Og af því að ég veit að orðið synd hefur bara fælt rosa marga frá og fólk hrætt við þetta orð. Synd ekkert annað en það að gera ekki vilja Guðs. Við getum gert svo alla
tekið alla rununa sem kemur fyrir neða, þjófnaðurinn og óheðaleikin og lygin og kjaftaði, sko. Ég var þjófóttur, kjöftugur, lygin, ómerkilegur, óheðalegur og allt í einu stundum. En ef við bara trúum og treystum honum fyrir líf okkar, þá mun allt annað breytast. Allt, ég lofa ykkur því. Og áskorun mín til ykkar er að við náum í fólk. Ég þrá að sjá hana sal fullan og ég veit að hann verður það í vetur, ég hef enga áhyggjur af því. Ég hef aldrei haft áhyggjur af þessu starfi, aldrei nokkuð tíma. En Guð veit líka við séum vakandi. Við mögum ekki sofna á veðrinum. Við mögum ekki koma hingað upp yfir og hugsa, vá, þú ert bara, og nú enn ein samkoman. Þetta ekkert enn ein samkoman. Þetta samkoman sem í kvöld. Það sem Guð að snerta við lífum sem hann snert ekki við á mánudaginn. Það sem Guð að snerta við fólki sem var að missa vonina og að fá von. Og við megum ekki, þegar við erum komin í svona ferli, lækningar, lausnar og jafnvel trúar inn í líf okkar, að þá akkúrat tækifæri við þurfum að fara að vinna 12. sporið, trúarlega 12. sporið okkar. Það að hjálpa öðrum til að fá öðlast það sem við sjálfur fengið að eignast. Þetta svo rökrétt. Þetta svo svakaleg eiginginni að liggja á þessu. Líða vegust, ég elska Guð, þetta bara í lífið yndislegt og gerir það sem ég vil. En svo þetta að gleyma þeim sem ég vil liða með þér. Kannski jafnvel manneskjunni sem hjálpaði þér fyrir nokkrum árum síðan. En kannski ekki á góðan staði í dag. Ætlum við að láta kjaftátt og sóðaskap, erfiðleika, fyllir í vesen á fólki. Ætlum við að láta það eyðileggja fyrir okkar við nefnum að ná til fólks. Aldrei. Við bara megum það ekki. Við verðum að vera vakandi fyrir því. Að kringum okkur fólk sem okkur þykir vænt um. Það í neyslu og við eigum ekki að hafa skoðun á því. Það bara ekki okkar að hafa skoðun á því. Okkar það að reyna að veita þeim von að nýju. Þeim við eignast vonaríka framtíð. Það það sem þetta fjallar um. Og líf okkar á að fjalla um. Við hérna á jörðinni, þetta ykkur skitin 80-90 ár hjá ykkur, 120-130 á mér. Þetta eins og, viti krakkar, þetta eins og milliletting í flugi. Þetta bara smá touchdown í 80-90-100 ár, í alveg að tala. Og af hverju? Jú, til þess að við mögum draga fleiri með okkur inn í heiminin. Og það svo ótrúlega fallegt ef maður hugsar þetta þannig. Auðvitað sorgmætt að missa fólk frá og fólk sem að fara. En vitið það að við munum öll hittast að nýju. Það sem engin sjúkdómar. Engin vandamál, ekkert ógeð. Stendum eins í Biblíuna að dauðinn sé ávinningur. En líf okkar hér í jörðin það, við erum að gera það sem Jesús kenndi okkur að gera. Við erum stundum svo óbúslega frosin að við höldum að þurfum að vera betri og þurfum að ná hinn og þessu áður ekki að fara að þjóna honum. Þetta ekki þannig. Það hluti af lækningun okkar. Auðvitað eigum að praktisera það sem við erum að predika. Hvað gerist það sem ég búin að tala út í kvöld og ég lendi í kringumstæðum og ég svara á annan hátt heldur en ég búin að predika til ykkar, þá missi ég traust. Við verðum að praktisera það sem við erum að predika. Við skulum ekki kasta búmeranginu svo langt frá okkur og við missum sjónar að því það kemur í nakkan á okkur eitt smá tíma. Og það ógeðslega sárt. En númer 1, 2 og 3 í lífi okkar að elska fólk. Elska fólk út úr synd, út úr afbrotunum í því sem það að berjast við. Ég trú að það engin maður vondur. Það engin maður vonlaus. Engin. Við höfum alls konar skoðan á því. Guð hefur ekki. Við erum öll yndisleg sköpun Guðs. Við þurfum bara að ná tengingunni í Guði gegnum hjarta okkar. Fyllast að heilugum anda. Og eins og gerðist hérna á sunnudaginn og með þess að fólk úr starfin hér og hér í kvöld sem tók trúarskrefi og fór í niðurdýningaskírnina. Það að taka skrefið til fulls. Við tökum móti Jesú Kristi. Við játum með vörum og trúum í hjartanu að Jesús sé drottinn og hann sé sonur Guðs. Og þá munum við hólpin verða. Þessi stuttabæinn kallað frelsisbænin. Margir rosarættu við það líka, að vera frelsaður. Við erum frelsur frá syndinni. Niðurdýningaskírnin næsta skref. Og þá ferðu undir vatnið og rís upp sem nýr maður. Ný sköpun í honum.
Og hvað eigum við svo að gera? Jú, við erum að fara og segja öðrum frá. Það kendi Jesú lærisveinunum að gera það. Hann var hérna á jörðinni og gekk hér og sýndi okkur hvernig á að gera þetta. Aldrei á eigin veruleikum. Alltaf fyrir trú fólksins. Lækningar, lausn, fólk reisu frá dauðum, blindir fengu sýn. Og þetta allt í dag, í boði í dag. En hvað trú okkar? Hvað trú okkar að leggja hendur yfir sjúka og þeir munu vera heilir? Hvað trú okkar að ganga út í þeim kraftaverkum sem Guð með? Akkur við að sjá svona kannski svolítið flattnesku bara að gerast í Guðsíkinu? Við höfum að reka út illa anda, skilur. Við höfum að vera að kasta út svona djöflum sem í lífi okkar og lífi fólks í kring okkar. Við höfum að fá lausn líka. Bara við tökum á því Jesú Krist og fáum við lausn. Ég man þegar að beðið fyrir mér í fyrsta skipti. Það var svakalegt, sko. Ég vildi ná einn naglbít og skera hérna framan á puttunum. Ég var að hleypa ykkur út af það. Og ég var alltaf stífur og spastíkur eins og var þegar ég kom inn til að stíga heim. Ég var að láta klippa bara hérna. Ég fann bara ég þurfti að losna við eitthvað. Förum að trúa að Biblían sé sönn. Förum að trúa að Guð sé sá sem hann segist vera. Hættum að pissa utan í hann, nota hann þegar við þurfum á því að halda. Ég er alveg að tala ekki, þetta er graf alvarlegt. Að því heilindi okkar, gagnvart Guði og hjarta okkar gagnvart Guði, það er það sem hann ætlar að byggja á. Við erum öll trúboð, við erum öll að vera að boða trú. Ég er ekki að tala það að standa upp á okkur góskosum niður í miðbæ og æpa út á því. Það er líka ágætt, sko. Sumir gera það, það er allt í lagi, sko. Ég segi alltaf fyrst og fremst notaði lífið þitt. Láta hann vera vitnisburð hver Guð er. Ég er þakkláttur fyrir það að Guð setti mig í þessa stöðu eins og með draumasveiti. Ég er það, ég er fastur þar. Ég get ekki selt það. Ég er bara fastur af það. Ég ætlaði mér að fara aðra leið en hérna Guð hafði aðra áætlun. Og ég hlýði henni. Og Guð setti mig í þessa stöðu. Ég þarf líka að gæta mig hvað ég segi. Mér langar stundum alveg að berja með hástöðum og tölvuna, sko. Og hrauna yfir fólk og menn og málefni. Ég bara get ekki leyft mér. Biblían talar að við getum eitrað eyru fólks. Svo loksins þegar þú ætlar að tala sannleika til þeirra, þá hlustar enginn á því. Að þetta er Óli sem er alltaf hérna geppandi á Facebook, alltaf með skoðan og öllu. Það hlustar enginn á því. En stundum er það ógeðslega erfitt, mér langar svo oft að skrifa. En ég á bara ekki að vera í því. Þannig við skulum skoða líf okkar og ég hvet okkur öll til þess að gera það. Og mér langar til þess að biðja núna, við myndum rísa á fætur, mér langar til að biðja líka að Guð gef okkur trú á því að náð hans nægi okkur. Að allt sem þú ert búin að gera í þínu lífi, allt sem þú heldur að sé hérna í hugskotunum, þú einn veist Guð veit það. Það er engin leyndamál. Þegar þú játar með vörunum og trúðir í hjartanu að Jesús er drottinn, að þú opnaður fyrir lífið. Þú gafst honum aðgang að öllu í lífiðinu. Þessi leyndamál, það sem þú gerðir, það sem þú rændir, það er alls saman hvað þið er, Guð veit það. Og þess er svo mikið að þú komum fram fyrir Guð með alla hluti og byggjum hann að fyrirgefa okkur, þá er hann trúr og réttlátur. Ekki bara suma hluti, af því hann veit alla hluti. Hann þekkir alla hluti. Og þegar við göngum lífið og erum að taka ákvarðanir fyrir okkur eigið líf og í samskipti við aðra, mundu þá að heilagur andi býr innra með þér. Heilagur andi er einn af hennu þríeina Guð. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi. Og hann býr innra með þér. Þannig að þú getur ekkert hlaupið svo hratt að hann dettur líkanum á þér. Hann er alltaf með þér. En veistu, það getur verið erfitt. Það getur verið auðvelt að hrekja henni í burtu. Guð þolir ekki syndina. Hann er heldur ekki með vogaskálar upp á himnum. Dagbjörg gerir þetta, já, og svona mikið synd. Já, Gulli gerir þetta, já, Dagbjörg. Það er ekki svona. Það er ekkert sem heitir mikil eða lítil synd. Synd er bara synd. Guð byrgir augu sín fyrir synd, segir í Jesaja 59. En höndin hans er ekki svo stutt að hann á ekki til þín. Og eyra hans er ekki svo þykkt að hann heyri ekki þegar þú ert að kalla. Hjálpaðu mér, fyrirgefðu það sem ég gerði. Og þá opnar hann augu og náð Guðs kemur í lífið og hann hreinsar því af öllu ranglæti. Hugsaðu þetta hvað þetta er ótrúlega magnaður hlutur
Og spurningin hvort við trúum hann. Og þá komum við aftur niður á stað með trúna, krakka. Tökum bara svo litla mustaskors trú. En tölum aldrei gegn Guði, aldrei nokkuð tíman í lífi okkar. Og þegar Guð kallar þau að hringi í ykkur, nei, heyri ykkur, hann gerir það oft í mig, að þá Guðs ótti í lífinu að ég tek úr símann og hringi. Ég voga mér ekki að hringi ekki. Af því það getur átt bara ótrúlega slæmar afleiðingar fyrir hinn aðeinan og þá leið mig. Veistu það að þegar verið náið þig, einhver manneski náið þig, eða Guð leggur á hjartaði einhverja manneski, að þá það oft lífsbjörg sem að fjallar að símtalið þitt gerir það verkum að viðkomandi aðili tók ekki líf sitt. Og við höfum heyrt marga vitnisbörn það. Það var bara þegar þú hringdi, það var bara þegar þú slóst þarna inn á Facebookinu, í Messenger, þú spurði hvernig ég hefði það og myndi mig á að Guð elska mig og þú elskaði mig. Var til þess að ég tók hugsun í burtu, en ég ætlaði að taka líf mitt þetta kvöld. Og það akkurat eins og Guð vinnur með því að tala til okkar og við skulum hafa opin eyrun, hinn andlegu eyru og heyra hvað hann að segja til okkar líf. Það til áætlun fyrir lífið. Ég lofa því, allir sem hérna inni með áætlun. Allir. Öllum gefir ykkur einstaklingar til þess að hugsa til þess að biðja fyrir, til þess að skipa í skarði fyrir og leiða inn í Guðs ríki. Komið með þau hingað, hér gott að koma. Hér svona aðlögun á trúnaðina. Engin áróður, bara aðlögun. Og við tölum ekkert út nema sem orðið segir og það sem við sjálf höfum gengið í gegnum í lífi okkar. Oft erfitt og þetta oft erfitt, krakkar, en það svo sannlega þess virði. Ég þakklátur við líf mitt, ég þakklátur fyrir að vera ekki dáinn, sem ég var fyrir nokkrum árum síðan, fyrir 12 árum síðan, þá var ég bara dáinn, lifandi dáinn. Gekk eins og ofa. Og börnin mín hérna þurftu að horfa upp á það. Það var ömurlegt, og ég ætla aldrei að ná að fyrirgefa mér það sem ég gerði. En Guð hafði þessa áætlun fyrir líf mitt þegar ég lenti í hjartastoppinu upp í Koti. Og ég elska samhjálp og það sem þeir gerðu fyrir mig. Og ég reyna að sýna þakklæti mínu til samhjálp hvað eins skipt sem ég get gert það. Mér finnst gaman að fara upp yfir og tala þar, mér finnst gaman að koma þar. Þetta húsið sem bjargaði lífi mínu. Sem minnir mig kannski á það að aftur eftir 2 ára hlé að þá ætla samhjálp að vera með kótiletu kvöldi sem mörg okkar þekkja. Og það ógeðslega gaman að fara þar. Og ég hvet ykkur að skoða 12. október held ég að sé í Valsheimilinu og það að kaupa miða held ég inn og Tix eða eitthvað. Það ótrúlega gaman að heyra vitnisburðina sem eru þar. Hvaða vitnisburð það? Vitnisburð fólks sem hafði verið dáið, lifandi dáið og hefur eignast líf. Alveg eins og að gerast hér. En ég hvet ykkur til þess að skoða það. Við kannski auglýsaði betur líka inn á síðun okkar. En ekki að loka augun, ég ætla að biðja og ég trúi að sé fólk inni sem þarf að heyra þetta. Og fyrst og fremst að heyra það að það sem Guð svo segir sannleikur. Það sannleikur fyrir lífið. Og Drottinn, við bara þökkum fyrir að þú ert hér í kvöld. Við þökkum fyrir Drottinn, þinn heilaga anda sem hér Drottinn til þess að snerta þig fólki. Ég bið þig Drottinn, fólk sem þó að ekki tekið trúarskref skýrnarinn að Drottinn minn. Að heilagur andi þú getur snert við hjarta. Leiðum að finna að þú ert að tala til þeirra. Takk fyrir Drottinn, þú ert að taka burtu ótta og kvíða og lífi fólks. Ég þakka fyrir Drottinn, þú ert að byggja upp von í lífi fólks. Ég þakka fyrir alla sigurana sem eru hérna inni, Drottinn, svo ótrúlega mikið fólki sem hefur fengið að sigra Drottinn, erfiðleikana sína Drottinn, þar sem þú hefur farið Drottinn fyrir. Og ég bið þig Drottinn að setja í hjarta okkar þessa neyð og þessa angist Drottinn í hjarta okkar fyrir öðrum sem út af þjást Drottinn. Gerðu það Drottinn spennandi að fara út Drottinn og hjálpa öðru fólki að eignast líf Drottinn. Gerðu það Drottinn við hættum að geta hort á fólk sem að engist í kvöl og pínu neyslunar Drottinn. Fólk sem engist í kvíðanum og óttanum Drottinn og sjá ekki fram á veginn hvað að gerast. Takk fyrir Drottinn að þú hefur dregið okkur inn í þitt ríki út úr þessum ógeðslega heimi. Drottinn, bara heimi sem svo óbúslega margir slæmir hlutir að gerast Drottinn. Megum við Drottinn fara inn í hana og koma með himnaríki á jörðina Drottinn og fara út með hana boðskap kærleika, elsku og vináttu Drottinn. Það stendur í orðinu að það veri erfiðar og erfiðar að velja. Drottinn gefur það við megum bara velja í dag Drottinn. Velja þig, velja sannleikan. Þú ert vegurinn, þú ert sannleikurinn, þú ert lífið. Ég bið Drottinn að loka eyru okkar fyrir öllu sem gagnrýnisröddum sem kringum okkur eru Drottinn.
Megum við bara horfa á þig og treysta þér. Þú munt aldrei, Drottinn, láta okkur vera til skammar. Aldrei nokkuð tíma. Takk hvernig þú endurist líf okkar. Til fullnustu, Drottinn, myndu draga okkur inn í ríkið þitt, Drottinn minn. Og við þökkum við fyrir það, Drottinn. Ég bið þig bara, Drottinn, að gefa okkur þessa barnslegu trú í hjarta okkar. Sérstaklega þegar við erum að berjast, Drottinn. Og Faðir, þú þekkir hrópið okkar þegar við erum algjörlega búin að gefast upp og liggjum í veginn, að þá hrópum við til þín. Gerðu það við megum hrópa til þín alla daga, Drottinn. Líka þegar okkur líður vel. Settu fyrir okkur verkefni. Settu núna á þessari stundu, Drottinn, andlit. Settu nöfn, Drottinn, inn í líf okkar til fólk sem við á samband við strax í dag, Drottinn. Fólk sem þarf að fá að finna fyrir þessum yndislega kærleika sem þú einn getur gefið. Allt byggist þetta á kærleika þínum. Takk fyrir, Drottinn, að við elskum þig. Við elskum okkur sjálf, Drottinn, og við elskum fólki sem í kringum okkur er. Lát okkur ganga þetta trúarskaði í dag, Drottinn. Og Faðir minn, ég bara bið blessun yfir þessa viku hjá einum og sérkvæðin hér inni, Drottinn. Settu í líf okkar, Drottinn, að við leitum þín á hverju mótni. Að við byrjum daginn, Drottinn, í að fylla okkur af von og kærleika, Drottinn. Við elskum þig og við þráum það eitt að fá að lyfta upp þínu nafni. Enginn sem er hér inn í kvöld, Drottinn, er hérna bara óvant eða óvart. Þeir eru hér, Drottinn, að þú leiddir þig hingað inn, Drottinn. Leð okkur að finna fyrir þér akkurat núna. Jesús, við elskum þig. Við elskum þig. Takk, Faðir. Í Jesú nafni. Það er svo gott að biðja. Ef það er eitthvað hér inni sem að vilja fá fyrirbæn, og ég trúi að sé það. Að við mjötum, og það kemur svo stett til minn að biðja fyrir kannski djörfung og þor til þess að segja frá Guði. Og sumir bara djörfung og þor til þess að geta bara játa fyrir fólki að þú átt lifandi trú á Jesú Krist. Við þurfum ekki að skammast okkur fyrir nei. Komum hérna fram og biðjum saman. Ég skal biðja með okkur, ég skal hlæja með okkur, ég skal gráta með okkur. Það besta sem til er það að biðja. Það er að leita Guðs. Og tökum þetta trúarskaði með akkurat það í huga að Guð þráir að nota líf okkar. Þú stendur fyrir fram með hérna fólk sem oft margir sagðu að væru algjörlega vonleysir og geta aldrei eignast líf. Og svo horfum við på einstaklinga í dag sem að eru búin að eignast svo fallegt líf. Samt sem áður þráir það að koma fram og fá meira frá Guði. Hann ekki að biðja þá sem geta beðið með okkur. Er ekki ykkur fyrirbiðendur, Nadia og Þórir og er ekki ykkur fleiri þarna. Og við skulum biðja saman. Guð elskar og munið það að Guð elskar okkur nákvæmlega eins og þið eru. Þið þurfið ekki að breyta ykkur neitt til þess að koma til hans. Hann mun sjá það algjörlega. Amen.